Góðan daginn. Velkomin til okkar á þennan stað. Að teka á hvort allt gangi. Og jú, allt er þetta á sínum stað og þú ert þarna og ég er hér. Þannig að við getum byrjað. Þemað er það sem Drottinn vill við okkur segja í dag og við vitum það öll þegar stundin líkur. En hefur nú reynsla á honum þá að hún hérna vill nú leiða okkur til góðra og réttarar áttar. Áttirnar eru 4. En sérstu að fara í einhverja eina átt, þá ferðu í þá átt sem að staðurinn er á sem að þú ætlar að enda á. Trúin á Jesú er eina af þessum áttum. Og ertu að fara hana? Ég veit ekkert um það, ég er ekki þú og ég veit ekkert þínar pælingar. En ég veit allavega að ég vil enda þar sem Kristur er. Og til þess að enda þar þarf ég að vera með honum hér og nú. Það hef ég gert síðan ég frelsaðist á sínum tíma, eins og við segjum. Og það er engin bilbugur á mér hvað þetta varðar. Drottinn er verður og ég segi í dag svo eini sem ég raun og veru er verður. Það er Drottinn. Og það er sem sagt samfélagi sem hann hefur búið til kringum trúna sem hann gaf niður. Hann á þetta allt. Ég er bara manneskja sem nýt náðar Guðs. Er þetta hroki að segja þetta? Ekki þú þekkir málið þá veistu það að þetta er bara sannleikur. Hefur ekkert með þennan mann að gera. Hann er bara einn af mörgum sem að Drottinn miskunnaði sig yfir. Og ég þakka Guði fyrir það að ég hef nú enn þakkað honum fyrir að leyfa mér að vera með sér. Er það sjálfgefið að við þakkum fyrir það? Ef það væri sjálfgefið, þá spyrir maður nú sig, akkur þá er þessi barátta í okkur sjálfum, einmitt við þessi sjálfsögðu atriði. Og réttu að halda sér til fylgis við Krist. Þetta er allt saman frá Guði. Og hann drífur okkur skrefin okkar, hvetur okkur áfram, þegar hann minnir okkur stöðugt á sig í tilverunni okkar. Þurfum við á því að halda. Ef við þurfum á einhverju að halda, þá þurfum við á þessu að halda, já. Því að við vitum að dagarnir eru ekkert góðir. Því miður verður maður nú að segja það að dagarnir eru vondir, ekki góðir. Og þegar þú ert inn í þessum vondu dögum, segir það sér sjálft að fyrir þessu góða þarftu að hafa vegna þessara vondu daga sem þú ert inn í. Hvað merkir það? Það er alls konar sem mætir. Og ekki allt sem er eitt sérstaklega gott, notalegt eða þægilegt, af því að dagarnir eru vondir. Þess vegna segir Drottinn sjálfur að þeir séu vondir. Og hvað vill hann meina með þessu? Jú, ég er yfir. Vertu í mér með öðrum orðum, hann gaf mér frjálsan huga og segir mér að velja sig í dag. Hann skiptir sér ekkert að vali mínu. En hann dælir á mig kennslu, hvatningu að vera undir sínu ljósi, baðar því og bak og brjóst. Og þessi dagur er kjörinn til þess að baða sig birtu Drottins, því að dagarnir eru jafn vondir og þeir hafa alltaf verið. En ef þú baðar þig í Drottni, í birtu hans, fyrir þína trú, þá ert þú ekkert í þessum vondu dögum, þú ert í þessu betra hlutskipti.
Og þá erum við komin á staðinn hennar Mörtu, Maríu, sem Kristus sagði sjálfur að María valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Þannig við höfum þetta allt í orði Guðs. Marta var upptekin af prjáli heimsins. Þetta var dugnaða forkur og sjálfsagt þoldi ekki þá sem að sátu þegar hún var á fullir í ferð sjálf. En Marta var þar og Kristus segir, hei, Marta valdi góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Það er nákvæmlega þetta sem við þurfum að velja. Alveg svo Marta, þá þarf ég að velja þetta. Sem sagt, ég vel að láta birtu drottins leika mig. Það er góða hlutskiptið. Það er ekki að vera inn í þessu vondu dögum, en þeir eru allt í kring. En að því að þú valdir góða hlutskiptið, þá leikur orðið þig á vissan hátt og þú ert baðaður birtu orðsins. Og hvað gerist þá? Jú, þér líður vel að vera í þessari birtu orðsins. Það er þetta sem Kristur gerir. Með þessum hætti dregur hann okkur að sér, með þessum hætti heldur hann okkur hjá sér. Algjörlega sjálfvilju, því að þú ræður alltaf hvort þú komir eða hvort þú farir. En Drottinn vill ekki að þú farir, þess vegna er hann að senda þig fræðslu, ofan í fræðslu þessa hluti og þú veist af þessu. Og þú veist líka að dagarnir eru vondir. Og hver getur svo sem ekki tekið undir þetta? Það er engin manneskja í raun og veru sem á góða daga í heiminum. Auðvitað eigum við svo bráir af okkur inn á milli. En dagarnir alla jafna eru ekki góðir, far ekki vel með neitt, að því yfir þessu er andi illskunnar. Og sá sem að hefur kynst illskunni, sem er að hafa kynst henni betur en aðrir, að þeir vita alveg hvað er að tala. En þeir heyra svona boðskap, en einhvern veginn festir hann engum rótum hjá þeim, að því að hjartað er orðið fullt af biturleika. Og menn spyrja sig alls konar spurninga þegar þeir heyra svona, akkur ætti ég að fara út í þetta? Er þetta eitthvað betur en eitthvað annað? Ég er nú búin að vera við þetta í nokkuð lengi og ég segi, já, þetta er best af öllu góðu. Það er nú það að fylgja Jesú. En okkur mætir alls konar í Kristi, en þá erum við í Kristi samt. Og hann mun alltaf opna okkur leið inn í skjól, sitt skjól, þar sem við njótum hvíldar og náðar. Þetta er það að ganga með Kristi. Og þetta er einhvað sem er afskaplega eftirsóknarvert. Og þetta er það sem heiminum vantar. Heimurinn er fallirendar. Ég meina fólki heimsins því vantar þetta. Og það finnur enga hugró, vegna þess að hún er ekki það sem það er. Til þess að finna hugró, þá þarft þú að fara í rétta átt til hennar. Í hvað átt er hún? Hefur eitthvað pælt í því? Orð Guðs er þessi hugró. Trúin er þessi hugró. Hvar er trúin? Hún býr innra með þér. Hún er það sem þú ert. Hvernig sem þér líður núna, þá getur kallað hana fram til að þú fáir þessa hugró. Og þá ertu komin á góða staðinn sem að María satt á nákvæmlega sama stað. Og Kristur verði þar. Þú mátt vera þannig lengi þú vilt. En þú tekur ákvörðun það hvort þú standur á fætur og farir að gera eitthvað annað. Það er þér heimilt. En að því að þú veist þennan stað og þegar þú veist hvað er leið vel á þessum stað, þá myndu leita þangað aftur. Það er það sem að
máli snýst um. Það enginn tekinn nauðugur, en menn fá að reyna það sem að þeir hjarta þeirra vill og þeir segja á þessum stað vill ég vera áfram. Og þarna fá menn nokkra þjálfun áður en þeim varpað út í lífið með öllu sinnum biturleika, því að lífið fyrir utan það bitur, það beist og þú gengur sem trúi manneski inn í þessum biturleika og ef þú uggur ekki að þér, ef þú passar þig ekki, þá myndu sogast inn í þennan biturleika annara mann og kvenna. Og þá ekki verra að hafa byggt upp í sér nægilega öfluga trú sem alltaf kemst fram fyrir þetta með reglulegum hætti og setur þið inn í hvíldina, hvíld drottins. Og þú veist hvað verið að tala hér, að því ég veit að þú trúið manneski og þú oft gert þetta, þú oft reynt þetta og þú oft verið þarna. Þetta eru forréttindin af að eiga Krist. Forréttindi forréttindana eru þetta þau að þú átt eilíft líf. En það ekki núna, jú það byrjað, en þú ert ennþá í þessum daradans sem heimurinn en síðan sofnaru og þá ferðu þangað. Af því þú ert með Krist í þér núna. Þetta uppörfunin sem að Kristur vill að við vitum af til að við gefumst ekki upp. Það eitthvað erfitt að fylgja Kristi? Já, ég spyr þig. Ég held þú svarir því að það geti bara verið mesta basl að fylgja Kristi. Ekkert endilega við dæmum Krist. En þingslin á okkur eru sum slík að við náttúrulega skiljum ekkert í því af hverju þau eru, enda það aukaatriði. En við fáum svona smá smjörþef af því hvað að ræða þegar við vitum orðið skil og orðið Guðs. Það talar andaverur vonskunar. Það talar að dagarnir séu vondir. Hvaða dagar? Dagarnir í heiminum. Jú, við erum af þessum heimi, en við erum ekki lengur í þessum heimi. Kristur hefur tekið okkur til sín og hann ver okkur og svo hvílir hann okkur inn á milli. Við verðum að vera í þessum heimi, þannig bara það. Og hann að nota fullt af fólki, mönnum og konum, í þessum heimi. Og ég get alveg lofa því að fyrir þessu fólki öllu saman þurfum við að biðja. Við þurfum að muna eftir þessu fólki öllu, því að því líður ekkert betur heldur en okkur. Hvað það sem heldur okkur á lofti? Þetta eigin bæn og bænir bræður og systra. Þannig það. Og hver sér þetta? Kristur sér það sjálfur. Að hann tók að sér manneskjuna og í raun og veru ber hann ábyrgð á trú manneskjunar þannig séð að hann skaffar henni allt sem þarf til þess að trúin byggist upp. Síðan það manneskjunar að toga til sín næringuna sem verður henni til fræðslu. Það ábyrgð manneskjunar. En drottin með allt, skaffar allt sem þarf í þessa fræðslu og hinna. Þannig við getum aldrei bent á Krist í raun og veru og sagt að þarna brástu nú herfilega minn kæri vinur. Hann brást ekki. Hann áreiðanlegur, hann heill. Og svo kemst á þann stað að þú sérð að Kristur það eina heila í heiminum, í þessum veruleika þínum og mínum sem trúaðara manneskju. Og þetta góður staður að komast á, því að þá líka sérðu að þú getur ekkert farin neitt nema til hans. Og þú ferð að leyfa honum að líkja þig á bak og brjóst og þú vext þarna. Það trúarvöxtur, sannur trúarvöxtur, því að þarna þarftu að vaksa. Allt saman af skilningi vegna þess að þú hefur verið að leggja ræktuð orðið og aftur orðið.
Var það pín og kvöl að gera þetta? Það var ekki pín og kvöl. Þetta var ekki bara það að þú þyrftir á þess að halda, jú, vissulega þarft á þess að halda, heldur verður þetta þín ær og kýr í sjálfu lífinu og sjálft lífið að vinna þessa vinnu. Með öðrum orðum, núna ertu dáin sjálfum þinn. Og Drottinn hefur reistið upp í sér og þar blasir við allt sem hans. Og þú ferð að leggja stund á það sem hans, vegna þess að þú sér þetta að gera þér svo gott og þú veist að þetta gerir þér gott. En þú þarft að hafa fyrir þessu, þú verður að gera þetta. Þú verður að setja þig á stað Maríu, jafnvel þú að fuss og svei sé allt í kringu þig yfir því hvað þú ert að velja. Eins og einhverjum komið það við. Það bara kemur það engu við. En svona eru við menn. Við erum alltaf að hlutast til hvað aðrir er að gera. Að við erum svo störfum hlaðin að við tökum okkur svo oft of mikið í fang. Svo verðum við bara fúl ef að allir er ekki eins og ég. Við vildum auðvitað allir væri eins og ég, það veit ég. En það er bara ekki þannig. Drottinn skóp þennan einstakling bara eins og hann vildi sjálfur. Og hér er hann. Blessunarlega að tala orð Guðs. Og fyrirverð sé aldeilis ekki fyrir orð Guðs. Hann elskar orð Guðs. Og hefur gert alveg frá því hann frelsaðist. Það var fyrsta opinberunin fyrir mig þegar ég sá að það var til Guð og skynjaði og að orð Guðs að fara út. Þetta voru fyrstu skilaboðin. Þannig Drottinn vissi alveg hvað hann ætlaði að gera með þennan mann og eins það með þig þegar hann frelsar þig. Ég veit ekki hvað þú færð mikið strax, en ég fekk þetta strax. Þá hann með hlutverk handa þig. Hvaða hlutverk? Hann mun sýna þér það, hann mun segja þér það, þannig að þú miskiljir það ekki. Það getur vel verið að þú efist þetta allt saman. En ég reyndar efast aldrei neitt það hvað ég ætti að gera. En auðvitað stökk maður ekki beint í það, því ég náttúrulega eins og annað fólk þarf að þjálfa mig. Ég þarf að vita hvað ég að fara að gera, hvað ég að fara að tala. Og það tók mörg ár. Ég frelsaðist 89 og áður en ég fer að gera eitthvað í Kristi þannig séð, þá ég nú bara, ætla það sé ekki frá því ég frelsaðist þangað til ég fer að gera eitthvað, sé svona 12 ár, ég hugsa það. Ég var ekki að biðja neitt og ég raun og veru aldrei að bíða eftir neinu. Ég vissi bara að ég trúði á Krist. Ég vissi bara að ég elskaði Krist og ég vildi vera það sem hann er. En svo fóru skrefin að beina mér í ákveðna á og inn í kirkjuna og það var eitthvað 1999 eða 2000, já 2000 segjum það og ég þar enn. Ég ekkert að fara neitt. Hvert á ég að fara? Drottinn, eins og Pétur segir, orð eilífs lífs og það ennþá. Þetta þetta sem við þurfum að stíga út á. Við þurfum að fylla okkur að þessari vissu. Fyrir svo utan það að við munum þurfa á þess að halda. Þannig bara lífið. Vondir dagar, þeir segja þetta við mig, þú verður að vita hvar þú stendur í Kristi. Því það mun mæða, já það mun ýmislegt vera lagt á þig. Og líklega myndu sem sagt áttur ekki von á neinu af þessu. Þú ert þér einskis íls meðvitað, alveg svo ég. Og þetta góð hugsun. Og þetta ekki bara góð hugsun, þetta sannleikunum sjálfur. Andaveru vonskunar, þær hafa komið öðru af stað. Og þú trúðir þeim. En þú trúir kannski ekki þessu. Þetta sannleikurinn. Við að leggja stund á sannleikan. Leggjum við stund á sannleikan. Sumir leggja alla stund á sannleikan, en bara sumir. Þannig að við þurfum að vera öflug
við þurfum að vera á varðbergi, veistu fyrir hverju? Okkur sjálfu. Hvað er að koma eyrun? Já, hvað er að koma eyrun? Saga. Hvað? Satt. Logið. Hvað? Við þurfum að hafa uppi skilvindu. Orðið sjálf og að vera vel að sér í orðið Guðs er þessi skilvinda. Þannig að þú getur ekki látið hjá líða að lesa, stúdera og fræðast upp úr orði Guðs. Og hvað er orð Guðs? Ef þú veist það ekki, þá segi ég þér það núna að sú bók heitir Biblían. Og ég les íslensku Biblíuna. Mér til halds og traust og treysti henni 100%. Og hvað get ég gert annað? Á ég að lesa ensku? Ég les ekki ensku. Ég skil ekki ensku. Á ég að lesa þýska Biblíu? Ég les ekki þýska Biblíu af því ég skil ekki þýsku. Ég skil ekkert tungumál nema íslensku. Þess vegna legg ég bara allt traust á íslensku Biblíuna. Og hún hefur hjálpað mér til þess að vaksa og verða þessi guðsmaður sem ég er í dag. Til jafns við hvert sem er. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Til jafns við hvert sem er. Það vil ég nú bara fullyrða. Það er ekkert hrósunarefni í sjálfu sér, þó að svo sé. Það er vegna þess að maður hefur bara lagt stund á þetta sem maður er að gera. Og við erum að leggja stund á þetta hér og nú. Og þú líklega veist það að þessi þættir eru búin að vera nokkuð lengi á þessu stað sem þú sérð á hér. Ég man ekki hvenær ég byrjaði á þessu. Ég veit að bara það var ekki gæri að fyrradag. Árin eru kannski orðin 10 eða 12 eða Guð má vita hvað. En það skiptir engu máli. Það allt saman er að baki. En ég er ennþá við þetta að því elska Drottinn jafn mikið núna og ég gerði til að byrja með. Og ég vona auðvitað að ég elska hann meira núna vegna þess að ég þekki hann miklu betur núna. Hann er minn vinur í dag. Og hvernig lístur á þennan boðskap? Ekki veit ég það, en ég veit að svona er þetta. Og Drottinn er ekki bara vinur minn. Hann er vinur þinn. Og veistu af hverju? Þú ert að gera það sem hann er að bjóða. Þá verðum við vinir hans. Þú sér það hvað hann er ákveðin í að hann sé að gera rétt. Hann segir þetta, þér eruð vinir mínir ef þér gerið vilja minn. Og hver er vilji Drottins? Það er alltaf orðið. Það er alltaf verk orðsins sem trúin er að kalla eftir, hrópa eftir og vill fá að gera umfram allt annað. Hún elskar að vinna verk orðsins. Hún er kölluð, hún er fædd fram til þess að vinna verk orðsins. Þess vegna líka kallaði Drottinn þig eftir að hann fyllti þig af heilugum anda. Það heitir endurfæðing. Og endurfæðingin er ekki bara einhvað. Endurfæðingin er vegabréfið inn í ríki Guðs og svo fer það að starfa í þessari endurfæðingu. Það heitir trú. Og til þess að eflast í trúnni þá gerum við það sem við þurfum, við fræðum okkur úr orði Guðs, því að þar kemur öll eflingin sem þarf. Þar er fæðan sem við þurfum. Hún er hvergi annars staðar. Þannig að í raun og veru að vera með þessa hugsun uppi er einföldun eða er að gera hlutina einfalda fyrir sér. Þetta er sannleikurinn. Trúin, hún þríft og nærist af orði Guðs. Og hver vinnur úr orði Guðs í hjartanuðinu? Það er heilagur andi. Og hann útskýrir fyrir þér orðið í gegnum þína trú þannig að þú ferð að skilja orðið. Já, það er svona sem þetta tala. Og svo ferð að náttúrulega vilja vita meira af orðinu og einhvern veginn
Þú hænist að orðinu og það verður fyrir þér í deginu bara einhvað sem þú gerir daglega. Bara eins og þú færið þér að borða daglega. Þá lestu daglega. Vegna þess að þú finnur að þú þarft á því að halda að lesa orðið alveg eins og þú veist að þú þarft að borða á hverjum degi. Og þá lestu líka á hverjum degi. Það er einn sama gagnið. Það er ákveðna stöðvar í þér sem að nærast. Trúar stöðvarnar í þér, það nærast að því að þú lest orðið. Þú skilur kannski ekki og auðvitað skilur ekkert allt sem þú ætti að lesa, en smátt og smátt þá fer þetta að fara reikningavessin eins og ég sé þetta að stökkva á þig út úr bókinni. Þá er ég að tala um það að það verður þér til skilning sem þú last. Og þú ert búin að vera að lesa eins og ég kannski yfir 30 ár og ég les nokkur reglulega. Og ég er alltaf annars lagið að fá, náttúrulega maður er búin að lesa þetta allt saman 1000 sinnum, ég veit ekki hvað átt, en samt kemur allt í hennu upp einhver nýr vingill og ný hugsun upp í kringum orð Guðs. Og þetta segir mér það að orð Guðs er ótæmandi sjóður. Ég er búin að vera við þetta yfir 30 ára eins og ég segi. Ég er alltaf að sjá eitthvað nýtt. Alltaf. Af hverju? Hvernig er þetta hægt? Það er bara eitt svar til við því að ég og þú erum að þjóna risastórum Guði. Óþrjótandi Guði, hann er ótæmandi. Þú getur ekki tæmt hann. Þú munt alltaf í hvert skipti sem þú nálgast hann sjá eitthvað nýtt hjá honum. Og hver tekur ekki undir þetta sem þekkir lifandi Guð? En við erum að gæta okkur á því að því við erum veiklunda fólk að þetta hróki okkur ekki upp. Af hverju? Af hverju viljum við að það sem við vitum í Guði hafi öfug áhrif á okkur? Hvað er hróki? Að hafa öfug áhrif á það sem á að vera okkur til uppbyggingar. Svo við sjáum Krist skýran. En hrókin, hann einhvern veginn kemst inn að því við vorum ekki á Varðbergi og þá slæfir hann Krist en upphefur sjálfið. Það er ekkert annað en dauði. Og hver marga hefur ekki hrókin hrint að stalli sín. Menn sem að voru kallaðir mikilli köllun en var svo hrint af stalli sínu vegna þess að þeir hrókuðu stallir upp af opinberunum sem að drottin var að gefa þeim til að blessa þá sjálfa og þá í kring sem að þeim tilherði. En þeir lokuðu raunverulega á Krist að þeir hrókuðust upp og það var bara myrkur í raun og veru. En þeir höfðu áfram á sér yfirskinn Guðhræðsluna. Hann er hrókin, hann er stór hættulegur. Þess vegna erum við að tala um hrókan að því við viljum ekki lenda þar. Við viljum ekki að okkar fólk lendi þar. Og það er hægt að varast þetta. Það er að vera þessi auðmjúka manneskja. Viðurkennandi það að til að ég sé vinur drottins og ég vil vera vinur hans ára, þá verð ég að gera það sem hann er að bjóða. Það sem hann lætur mig gera. Ég þakka honum fyrir það. Þetta er ekki mitt verk. Þetta er það sem drottin vill að ég geri. Og hann er að nota þessa mannesku. Hann talar í gegnum munn þessara mannesku. Alveg eins og þegar þú talar Guðs orð, þá er drottin að tala í gegnum þá mannesku. Hann notar hvern sem hann vill. En hann notar manneskjur. Og manneskja byggir upp aðra manneskju. Þannig er verkslagið hjá lifandi Guði. Þannig hver er ég að vera eitthvað að hrókast upp af þessu? Ég vil ekki blekkja sjálfa mig. Ég er ekki maðurinn sem blekkir sjálfa mig. Ert þú manneskjan sem blekkir sjálfa þig, sem lítur stórum augum á sjálfa þig, finnst þér hafa bara tekist nokkuð vel upp? Það er allt til að takast vel upp. En hverjum ert að gefa þakkirnar?
Gefðu þér Jesú þakkirnar. Og ef hann vill heiðra þig af verkum þínu, þá leiðu hann það. Hann hefur heiðrað marga mannin og konuna í gegnum tíðina af verkum sem þeir unnu í Kristi. Þetta fólk ekkert að biðja einhverju upphefð. En Drottinn gerir það sem hann vill. Vilja hann upphefja, þá skal hann upphefja. Ef hann vill upphefja mig, þá ætla ég ekkert að banna hann það. Hvað var það mig og það hvað hann að gera? Ekki neitt. Ég ætla bara ekkert að stoppa hann í því. Ég ætla nú samt að halda áfram að vera bara konninganleg úr Hafnarfirði. Það bara eitt af því sem ég vel. Það ég kann ágætlega við konningann úr Hafnarfirði. Kannski kannst þú líka vel við hann. Og hans að það skipti mig ykkur máli. Ég löngu hættur að vera að pæli því. En ég veit að Drottinn, hann ekki búinn að fá nóg af mér. Og kannski að þú búinn að fá nóg af mér. Og það bara allt í lagi. Ég hef ekkert verið að biðja þig nokkuð skapaðan hlut. Ég hef ekkert verið neitt að angra þig nokkuð skapaðan hlut. Og þú svo sem ekkert mig. Þannig við skulum bara lifa í friði. Já, eins og siðuðum mönnum sæmir. Heiftin, hún ægileg. Hún þvílíkt skemmandi afl í okkur sjálfum. Og takt eftir því, allt þetta það býr í þér sjálfum. Heift og hatur, það býr í þér sjálfum. Blessum frá Guði, kærleikur Guðs, þetta býr í þér. Trúin, hún býr í þér. Og hvað er þetta að velja? Trúna, heift og hatur, hvað er þetta að velja? Hvað gerir heift og hatur? Fyllir þið að gremju. Og gremju fullur maður, hann verður nú fyrst og fremst mjög ljótur. Það verður svo brúnaþungur. Alveg svo lekur á honum. En þessi maður geti verið glaðasti maður í öllum heiminum. Hann getur verið það. Þess náttúrulega hann að vinna bug á þessari gremju. Gremju fullur maður, hún getur ekki liðið vel í hjartanu sínu. En trúaður maður sem skilur trú sína rétt oft glaður í sínu hjarta. Að það trúin býr í hjartanu og trúin kallast á við lifandi Guð. Þá er það gaman. Þá er það gleði. Og hver trúaður hefur ekki reynt þetta? En hann hitt líka. En að því hann að vaksa í sinni trú, þá veit hann að hann getur komið sér frá þessu. Þó hann dett inn í það, þá kemur hann sér fljótt frá því vegna þess að hann þekkir orðið leiðina. Trúin þessi leið. Og hann hefur reynt þetta margoft. Hann getur stokkið þarna á milli. Stokkið þarna á milli. Og hann stekkur af gremjunni yfir í hinn helmingin af sér. Því að trúaður maður getur verið þetta allt og þetta allt. Og ég verði að hryggja sjálfa mig með því að ég sé ekki annað en að þetta buni bara verða svona svo lengi sem að þessi maður dregur andan á þessari jörð. Þannig að þetta ekkert búið. Þess vegna líka erum við að gera þennan þátt og alla þessa þætti sem við erum að gera að því við viðurkennum það að þetta ekkert búið. Þessi dagur hefur bara það í för með sér sem hann hefur. Hvað hefur hann? Lifandi Guð. Trúna mína sem ég get gengið fram í. Og ég geri það að því ég valdi það. En þetta allt í mér sem við höfum verið hér að tala og það líka í þér. Þetta baráttan sem trúaður maður á í. Og þess vegna hvetjum við fólk í trúna.
Því að þetta er verk sem hver og einstaklingur verður að gera sjálfur og sjálf. Það kemst enginn fram hjá þessu. En hver margir vildi ekki að þeir kæmust fram hjá þessu. En ég segi, og hryggið á með því, þeir geta það ekki. Þeir velja Drottinn og þá mætir Drottinn. Og heldur áfram að kenna og styrkja það sem að vill styrkja. Einkum og sérilagi það að sýna manninum mikilvægi þess að gera vilja Krists. Og velurinn eru mikil, mjög mikil, vinur Drottins. Og hvað gerir Drottinn? Segir vinum sínum allt sem á hans hjarta er. Af því hann treystir vinum sínum. Þarna viljum við vera, þarna viljum við vaksa og við gerum það til þess að vaksa rétt upp í hjartan okkar. Trúar hjartan okkar. Og það eru góð skipti. Við eigum að vilja vaksa rétt upp í trúa hjartan okkar. Það er hægt. Það er allt hægt. En þú vilt ekkert, gerist heldur ekkert. Þú eru að vilja og þú eru að gera. Það er heilmikið verk að vera bara lifandi manneskja. Og hver veit þetta ekki? Sumir bara vita þetta allt og vel. Þannig við sjáum að þessi fræðsla, hún ætlar að fara með okkur í skemmtilega átt. Og Drottinn veit alveg hvernig hann á að gera þetta, hvernig hann á að framkvæma þetta. Því hann veit alveg hvaða fólk er að hlusta. Það er langt síðan ég sá það og vissi það að hann veit sjálfur hverjir hlusta og hverjir heyra. Þannig ég sé bara myndavélina mína fallu og umhverfis ég er í. En trúin hefur alltaf talað til mín með þeim hætti að þeir sem eiga að heyra og sjá og heyra. Og mér finnst það notalega. Hafa þessa trú. Þannig að ég og þú sem erum að vinna í þágu Drottins, að við höfum fullvissu fyrir því að við erum ekkert að vinna í botnlausa tunnu. Það sem við erum að gera, það mun skila sínum árangri. Og hann er sá að ekki aðeins trúin vaxi hjá þeim, honum að henni sem talar, heldur hefur hún margföldunar áhrif. Meiri en okkur oft grunar, og líklega alltaf grunar. Þetta er eitt liðurinn til þess að þessi trú, hún viðhaldist með fólkinu. Þannig að Drottinn á marga á þessari jörð og hann nota mikið fullt af fólki til að gera þetta sem að þú heyrir og sérð hér. Þannig þetta er út allt, þetta er út allan heim. Af því að Kristur er allstaðar á sama tíma. Hann skima jörðina á sama tíma og sér leitandi hjarta og hann fer þangað. Og þegar hann fer þangað, þá er nokkuð víst að þessi manneskja er hólpin, en kannski ekki akkurat þá. Árum seinna þá kannski gerist það sem að byrjaði þarna, frækornið kom þarna. En það tekur tíma fyrir frækorn að vaksa í þá stærð sem Drottinn telur heppilegt til þess að úrverði trú. En hún kemur. Það fer engin tómendur frá Guði. Sá sem að fengi þetta ekki, þráttur að Drottinn viti aðeins á einhverjum tíma, hann hefði farið tómendur frá Guði. En það gerist ekki því að Drottinn talar öðru sig. Hann sagði og þá stendur það þar. Og þetta er nú aldeilis fín lexía, skal ég segja ykkur. Hann talaði að þá stendur það þar. En eins og við segjum nú alltaf hér, að þá tölum við bara í ákveðin tíma og svo stoppum við og það er komin tími. Þannig að við segjum þessu loki í dag og verðum hér aftur á viku liðinni með nýjan þátt. Í Jesú nafni.